Hæ, Guðbjörg hér. Gleðilegt nýtt ár. Já, þó að í dag séu ekki áramótin, en þið heyri mikið að sprengjum, mögulega. Það að því að 7. janúar og það mikið verið að sprengja. Ég á leiðinni á æfingu og ætlaði að labba á æfingu að því ég nenni ekki að díla við bílinn minn akkurat núna. Hann eiginlega frosinn. Við fórum út í dag og það var eiginlega svakalegt. Það var eiginlega hurðarnar ekki að opnast og svo var þær ekki að lokast og það var alls konar í gangi. Þannig að þannig ég hugsaði bara ég ætlaði að fara á æfingu og ég nefndi ekki að díla við bílinn. Það eiginlega bara svolítið þannig. En svona það bara, það hvað -7 og mér finnst ekkert rosalega gaman að hafa -7. En já, nú komið nýtt ár og ég ætlaði að vera dugleg að setja meira á YouTube og eitthvað svoleiðis. Þannig að þá verður maður að standa sig. Ég sleppti 2 síðustu miðvikudögum svona, af hverju skildi það nú vera? Eiginlega út af svollu. En á morgun miðvikudagur, þannig að þá verður ég að taka upp vídeó. Af því að dagarnir eru búin að líða svo hratt síðan áramótin voru að maður eiginlega bara búin að gleyma að það bara, vá, það strax komið vika á nýja árinu. Mér finnst valla að vera liðin sólarhringur síðan áramótin voru. En já, nýtt ár, nýjir tímar eins og maður segir. Þegar ég held að mér sýndist bara á mörgum Facebook-veggjum að fólk komið nóg af 2025 og var rosalega fegin að það kemi 2026. En þó að 2025 var heldur ekkert, nein, það gerast náttúrulega eitthvað slæmum hlutum 2025. En lífið heldur áfram og við líka. Þannig að þá maður bara þakklátur fyrir að geta haldið áfram. 2026 kemur og við vonum bara að það verður kannski aðeins betra ár heldur en hinn. En svona það bara, þetta einn dagur í einu, eins og ég segi nú bara oft. Það alveg fínt. En já, eins og ég sagði þá ætlaði ég að vera duglegri í að gera vídeo. Og já, eins og ég sagði, það fekk ég nýja mæk. Fekk alveg nýtt. Fekk ég jólagjöf frá Steina. Þannig að hitt var svo sem ekkert slæmt, en það var ekkert alveg svona treystandi hvort það myndi virka. En þannig það bara, já, 2006. Ég alveg með nokkur plönuvídeó sem að ég held ég haldi bara áfram að posta á miðvikudögum. Og það bara skemmtilegt, sko. Ég held að það verður bara fínt. Það ýmislegt sem maður að spá í og svoleiðis. Og svo reyndar náttúrulega sumir sem hafa verið að spurt mig hvað ég ætla að gera og hvað ég vil gera og það er náttúrulega eins og með bara hrafnættu.is að hvað mér langar að gera í sambandi við það. En það kemur kannski í næstu vídeóum.
Já, hvað er ég að segja? Það getur verið eitthvað meira. Ég er alveg svolítið snemma á ferðinni hérna í æfingu. Ég er bara með svona litla tösku. Hún sést allavega því hún er svört. Það heitir inniæfing, en þetta er samt, þó að þetta sé inniæfing, þá er þetta eiginlega púttmót. En ég noti þetta ekki sem púttum. Ég noti þetta bara sem æfingu fyrir pútt. Af því að það er alltaf gott að æfa sig. Og alltaf á fyrstu æfingunni, þetta tökum við svona 6 vikur og 5 vikur og eitthvað svona það sem við getum. Og svo eru svona fyrstu 4, maður leggur það saman, þá er sá sem að vinnur sem er með mesta skorið. Og fyrir hverja körfu fær maður ákveðið stig fyrir hver disk. Þannig að það er bara líka ógeðslega gaman sko. Já. En ég man ekki hvort ég ætlaði að segja eitthvað meira. En vegna heilsunar, já, það var það sem ég ætlaði að segja. Því ég var að vera að spyrja mig með heilsuna og hvað ég er að gera með það. Hvort ég vildi gera vídeo. Já, það var reyndar planið að gera heilsuvídeó. Að því ég er ekki hefðbundin og ger ekki venjulega hluti. En má ég sjá. Viljið þið kíkja inn á æfingu og kíkja inn á barnaæfingu. Má ég sjá. Snúa myndavélinni. Þetta er gefið um bara 7 mínútur. Veldi. Það var svona mikið. Hæ. Á kvöldið. Það eru hér. Hæ. Það lítur þetta svona út. Þetta eru körfur. Hérna. Geggjað. Já, svona er þetta bara. Þá má maður fara að gera þetta tilbúna. Og hita upp og eitthvað. Ég veit að ég er ógeðslega snemma. En það er alltaf leið. Ég veit að þetta vídeó var alveg ógeðslega skrítið og sundur allt í tjúli. En bara meira næst. En það ekki. Bye. Já, heyrðu, like á vídeóð.